Það eru degur dagar í gangi hérna Suðurland FM og hérna fyrir kl. 12 þá áttum við að gefa hérna glæsilegan vinning frá Fontana á Laugarvatni en ég fyrir þá sem ekki vita eða hafa farið í Fontana, Heilsulind að þá hann komið til mín, hann Sigurður Rapp, hann framkvæmdastjóri, heil og sæll. Komdu blessaður. Segðu okkur aðeins frá Fontana, hvenær fór þetta í gang og kannski forvöldilegt hvernig þið byggið þetta upp? Já, þetta náttúrulega byrjaði bara með gömlu gufinni hérna í kringum 29 og hérna síðan bara leiddi hver atburðarásinn aðra og miðsumars 2011 þá erum við að opna hérna þennan nýja stað og hann hefur bara farið mjög vel á stað. Þetta er hérna í raun og veru byggt á þessum gamla grunni. Við erum með húsið hérna yfir þessum hver, þar sem gamla gufan var og til viðbótar hefur við hérna byggt hérna 4 laugar með mismunandi hitastigum og eru hérna bara mjög frambærilega verð ég að segja og ein af þeim er hérna náttúruleg, það er að segja það rennur í hana einungis hreint vatn úr hvernum sjálfum sem við síðan kælum niður með bara köldu hérna vatni úr fjallinu og hún er þess vegna náttúruleg, engum hérna klóraninu bætt við. Nákvæmlega. Og það er með þessu stæður hérna, krafturinn í náttúrunni hjálpar þér hann á jafnvægi. Akkurat, það er bara þannig sko. Hvað er það að bjóða upp á í Fontana? Þetta er náttúrulega Fontana, þetta er Heilsulind. Já, það er náttúrulega bara og Heilsulind í þeirri merkingu að fara í gufuna og sitja ofan á hvernum að það er bara allar að meina bót. Menn koma bara endur nærðir út úr þessum klefum. Þeir geta orðið býsna heitir og þarna eru heimamenn fastagestir hafa gert það og stundað þetta í ára raðir og bara þetta að fara í gufuna, labba út í vatn og við erum með þurrgufu líka. Við erum með svo marga möguleika hérna í böðun og slökun að fólk kemur virkilega endurnært heim eftir. Þeir eru þetta tengt hérna laugar á vatninu sjálfu. Já, við erum með, það er hlið bara út á pallarna hjá okkur og það er bara, það blasir bara vatnið við og við hliðin á þessum ágæta palli er affallið frá hvernum sjálfum, gufu hvernum og vatnið þar getur orðið ylvolt og skemmtilegt. Búið til strönd? Búið til strönd, það er alveg möguleiki. Já. Við erum svolítið að glíma við hérna veður og vind í þeim efnum sko. Er ekkert að fá lánaðan hvítan sand frá Akranesi og flytja inn? Eða flytja til okkur? Það væri klárlega hægt sko, en það er hægt við að hann hérna, þið ekki jafn hvítu daginn eftir. Nei, það er alveg rétt, það er þetta íslenska veður. Akkurat. Hvað eru margir að vinna þarna í Fontana? Heyrðu, við erum svona 12-16, fjölgar alltaf á sumrin og hérna, og erum svona heldur færið yfir vetratíman en við náttúrulega erum mjög heppin hérna á Laugarvatni að vera með þessa skóla hérna upp frá, þannig að það eru kröftigir ungir krakkar sem að vinna mikið með okkur þar í svona tímavinnu, þannig að við getum, ef það verður áhlaup á fyrirtækið, þá getum við alltaf fengið aðstoð á svæðinu. Já. Hvernig, sumarið, það hlýtur að vera mikil fjöldi ferðamanna sem kemur hérna? Já, við náttúrulega erum bara staðsett bara í miðri paradís, hérna, eins og maður segir, sko, við erum, allan það sem lítur að ferðamennu, sko, menn hérna, náttúrulega allir ferðamenn sem koma til landsins, þeir stoppa aðeins á Þingvöllum og svo er það Geysir og Gullfoss auðvitað og þarna erum við mitt á milli og það er bara hérna og hringir síminn. Já, ég kannast við þetta, ég gleyma alltaf að setja síminn á silent, þannig að það þarf að hringja mig eftir. Heyrðu og hérna, nú er bara slóst út af laginu og já, við erum hérna sem sagt hérna mitt á milli og það er ekki bara það að við séum mitt á milli, við erum svolítið held ég að vakna til lífsins hérna laugvetningar og laugdælingar hvað þetta varðar og það er héraskólinni komin hérna í gagni núna og það er orðið mjög öflugt hérna hostel og þarna er gistiheimilið Dalsel með gríðarlega mikla gistingu og 2 Eddu-hótel, frábær veitingastæður Lindin, samkaup og pizzastaður og guð maður veit hvað sko, þannig að þetta er svona, við erum að komast held ég alltaf meira og meira á kortið sko. Já, einmitt. En þetta er Fontana, þetta er kjörið staður til að, fyrir okkur kallana, fara með konunni degur, eða ekki? Já, ekki spurning sko, það er bara
þetta er hérna bara frábært að fylgjast með einmitt akkurat til dæmis eins og segir pörum yfir veturinn sko þá leggjum við mikla áherslu á rómantík og erum hérna með kerti og luktir út allt og þetta er bara einstök upplifun. Eruð þið með veitingar í búið þarna eða? Já, við erum bara mjög stolt af okkar kaffihúsi. Þar leggjum við mikla áherslu á heimalagað, bökum allt sjálf og erum með súpur og salat og panini og búst og þess og þar. Það bara mjög vinsælt og við erum að fá mjög mikið af fólki bara til að droppa við í kaffi? Í kaffi, sko. Já, nákvæmlega. Hvernig með opnunartíman hjá okkur svona eins og á þessum árstíma? Já, á þessum árstíma erum við að opna 11 á mótnana og erum við opið til 9 á kvöldin en við lengjum þetta 2 tíma eða 3 tíma við opnum 10 á sumurinn og erum við opið alveg til 11 á kvöldin. Nákvæmlega. Þetta er barnvænt líka, eða ekki? Ég myndi bara segja að þetta væri sérstaklega barnvænt, sko. Við erum með mjög grunnar laugar, mikið af skemmtilegum skúlptúrum sem að krakkar hafa mikla unun af að leika sér í og þetta er mikið af vatnsbunum og við vorum nú bara í síðustu viku að ganga frá svona litlum fossi og það er gaman að vera undir og þannig að börn hafa unnað sér mjög vel þarna og ég tala ekki á sumurinn þegar hættir að fara aðeins út í ískall laugavatni líka, það eykur spenninu á gleðina. Algjörlega, þetta er frábært. Við ætlum að gefa glæsilega vinning í tekurleiknum okkar á eftir. Já, bara frábært. Ég voru að segja frá því að það kemur kannski bara í ljós. Er það ekki bara? Jú, bara surprise. Sigurður Rafn, framkvæmdastjóri Fontana, takk hérlega fyrir spjallið og gangið vel. Takk sömuleiðis. Takk.